Góðir Íslendingar, ég hef valið 20 þáttakendur til þess að taka þátt í stríði á götum borgarinnar. Megi besti keppandinn sigra. Gegndrepa vatnsbyssukeppni. Gegndrepa hugafóstur Herra X, en hann kýs að halda nafni sínu leyndu. 20 leikmenn munu bítast til sigurs og það 500.000 í verðlaun. Hver leikmaður alltaf með einhvern einn sem sitt skotmark. Leikmenn fá takmarkaðar upplýsingar skotmarkið og verða að beita sínum leiðum til þess að hafa upp á því. Ef leikmanni tekst að skjóta skotmarkið með vatnsbyssu eða hittir með vatnsblöðru, þá fellur skotmarkið úr leik. Þá erfir leikmaðurinn skotmark þess sem hann felldi úr keppninni. Þannig gengur keppnin þangað til að einn stendur uppi sem sigurvegari. Sigurvegarinn fær 500.000 að launum. Nú hafa 6 keppendur verið skotnir úr keppni sem þýðir aðeins eitt. 14 manneskjur komnar einu skrefi nær 500.000. Stelpan sem komið með leið á að vera í sleik ætlar að vera næst til að gera árás. Arven 21 árs nemi. Hún mjög góð í sleik að eigin sögn. Arven segist vera svo mjó að það sé bara ein rönd á náttfötunum hennar. Hún á svörtum Yaris með einkanúmerinu VAF 666. Af hverju vil taka það? Þetta bara tilbreyting að fá að gera eitthvað annað heldur en að, fara í skólan eða vinnuna, að hanga heima og fara í sleik og eitthvað. Arven vantar tilbreytingu í lífið þar sem hún komið með leið á að vera í sleik. Arven ætlar að nota leikhæfileika sína til að vinna. Arven ætlar að gera árás á götusóparan. Götusóparinn 39 ára læknir á slysamóttöku og fer reglulega í útköll með þyrlu landhelgisgæslunnar TF Líf. Ef þetta svona eins og ég held þetta sé, þá þetta svona mind game og ég hef svona sæmilegan áhuga á því. Þetta spurning að afla sér upplýsingar. Götusóparinn lauk fyrra árinu í lögregluskólanum og hefur starfað sem lögregluþjónn. Ef hann væri dýr, þá væri hann ránfugl. Arven rétt rúmlega 9 fyrir utan vinnustað götusóparans, bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Arven rétt misti af honum og brunaði á eftir skotmarkinu með hjálp Magna vina síns. Já, við að leiðinni heim til götusóparans, targetið mitt, og við mistum hann på spítala og við bara vona að hann sé, ekki alveg komin heim, við vona að við séum komin heim á undan honum, svo að við náum að skjóta hann, eða svo ég náðu að skjóta hann. Arven klifraði utan á húsi götusóparans til að kanna möguleika á því að komast inn glugga. Það brjótist inn í vitlausa íbúð ég finn svo glugga. Arven fékk Magna til þess að hringja dyrabjöllunum meðan hún hleraði upp réttu íbúðina.
Já, Magni hringdi fyrir dyrabjöllunni niðri út af ég ætla að athuga hvað íbúð hann var í út af að við komum sko inn í stigaganginn út af að hann var opinn og Magni skaust núna upp á spýtla til að athuga hvort hann hefði bara verið í pásu og hvort þessi komin aftur í vinnuna. Og ég spáði að bíða bara eftir honum inn í þessu skáp og þegar hann er komin svona sirka hingað öfnaði ég bara og stekka út á skítan. Þannig að ég held að það sé bara besta planið. Arven var rétt nýbúinn að koma sér fyrir inn í skápnum þegar götusóparinn kom heim. Sannar endurtekur sagan sig að góður útsendari tekinn úr umferð af kvenmanni. Björn Bjarnason ætti að álegast að það kenna reyni sitt. Það er ekki verið. Hún ætlar ekki að segja hringi mig. Götusóparinn afhenti Arven skotmark sitt ásamt þeim upplýsingum sem hann hafði sjálfur grafið upp. Eina sem ég var nú búinn að finna þetta var bara hægt að lagast þetta í tölvunni sko. Það er Erlu Ás 42, það er sem ég sé á heimni sko. Ég get líka alveg búið þessum á date. Ég get heitt bara hringt til þig og búið þér á date. Nei. Og því hann er kannski aðeins sem nær mér aldrei. Já, ég er búin að ná lækninum mínum. Það er ótrúlega skemmtilegt að vera búin að þessu. Þegar ég kom með nýtt skotmark, hann til Björgvin. Drífa sig bara að drepa hann strax í dag. Já, Arven var snögg út úr skápnum og götusóparinn sneri aftur á Landspítalann til að bjarga mannslífum. Arven er þannig komið með fast bastard sem sitt skotmark. Eftir stutt hlé fáum við að fylgjast með Veru gera aðra tilraun til þess að fella skotmark sitt. Þegar 7 keppendur hafa yfirgefið okkur eru 13 enn í fullu fjöri og njósna af kappi skotmark sín. Í síðasta þætti reyndi Vera að taka skotmark sitt Díkan úr umferð. Það gekk ekki og hún komst að þeirri niðurstöðu að hún yrði að komast að því hvar hann starfaði og reyna aftur. Vera er tilbúin að gera aðra tilraun. Vera er tvítug og starfar við lyfjaframleiðslu. Hún er frekknótt og fæddist í Bandaríkjunum. Hún gengur í hvítum slopp í vinnunni og æfir karate. Þetta er svona eins og lögg og búa og þetta er bara mjög skemmtilegt og ég meina bæði spenna í þessu, maður fær að skjóta með vatnsbyssu, maður fær að rannsaka. Vera myndi ganga í herinn. Hún segist vera góð í stærðfræði og íþróttum. Vera ætlar að vinna. Vera ætlar að gera árás á Díkan. Díkan er 24 ára gamall smiður. Hann segist vera sérfræðingur í flestöllu sem hann tekur sér fyrir hendur. Ég er bara húsasmiður og finnst gaman á motocrossi og kem bara til dyrana eins og ég er klæddur. Díkan er ekki trúaður og hann segist ætla að eyða peningunum í einhverja vitleysu. Honum finnst hann einnig vera fáránlega fallegur. Vera mælti sér mót við útsendara X nálægt vinnustað Díkans, Nitro á Bíldshöfðanum. Ég er Vera og ég á að ná Díkan og ég ætla að ná honum í annað sinn núna og ég ætla að bíða inn í bílnum hérna fyrir utan Nitro þar sem hann á að vera mæti vinnuna klukkan 10. Og það lítur að fara að koma. Herru, það er það. Herru, ég misti á honum, hann fór bara inn. Hann var mæti vinnuna núna. Þannig að ég var að spája að fara bara inn í búðina og sjá hvernig þetta er þarna inni og reyna að lokka hann út í bíl til mín. Einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég geta en ég held að það falli samt ekki fyrir því. Það er bara að reyna að lokka hann út. Vera fór inn í verslunina og kannaði aðstæður. Ég er að spá í að tala við Garðar alltaf og segja honum að frændi minn eigi svipað hjól og að hann hafi skemmt dekkið og ég sé með hjólið út í bíl og ég ætla að reyna að lokka hann út í bíl til mín.
ætla að fara að tala við hann. Já, góðan daginn. Herri, þetta svona litli frændi minn. Hann á svona skellinöru og hann skemmdi og var dekkið á henni. Þetta svona... Slökkur bara hérna... Það var bara allt. Það var bara allt orðið, bara byglað. Þá þarf ég eiginlega bara að fá að sjá þetta. Þú veist, ertu með hjólið með þér? Já, það er út í bíl. Ok. Viltu ekki að bara koma með hérna fyrir aftan? Keyri hérna... Hvernig kannski? Með það með slökkur fyrir aftan? Hún rölti aftur fyrir hús til að sýna Deacon ósýnilega hjólið hans litla frænda. Herri, þetta er svolítið þungt í bílnum. Ég næ ekki að lyfta þessu. Það er hvað hann vill. Tekinn! Ég vaknaður og þess. Svolítið þunnur. Ég var eiginlega ekkert svo mikið að nenna þessu og hef eiginlega ekki tíma fyrir það. En bara ánægður. Já, þá er ég ánægð að þú skulle vera ánægður. Herri, bara takk fyrir að hafa hitt mig. Takk fyrir að plata mig svona. Deacon var nokkuð sáttur við að vera skotinn úr gegndrepa. 8 keppendur hafa verið jafn óheppnir og Deacon og standa 12 eftir sem yrðu vafalaust ekki jafn sáttur við örlög sín yrðu þeir skotnir úr keppni. Eftir stutthlé sjáum við frú Grímu standa við loforð sitt að klæðast grímubúning í næstu viðureign. Þegar hafa 8 keppendur verið teknir úr umferð og standa 12 óþreyjufullir eftir. Allir hafa þeir augun á peningunum og eru leikar farnir að æsast. Frú Gríma tók skotmark sitt Zorro út í síðasta þætti og var ekki lengi að undirbúa árás á næsta skotmark. Frú Gríma er tvítug og starfar sem afgreiðslukona og dyravörður. Hún segir sjá afar vel í myrkri og ætlar til Ástralíu fyrir peningana ef hún sigrar. Ég hef mikla kímnigáfu, er snögg í öllu. Ég ætla að finna mér alltaf nýja búninga þegar ég er að drepa fólk. Frú Gríma telur sig einnig vera mjög góða að hlaupa, fela sig og drepa fólk. Hún er fædd 18. ágúst 1986 á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar. Frú Gríma ætlar að gera árás á Rauðan. Rauður er 25 ára og starfar sem sölumaður í raftækjaverslunni Elko í Skeifunni. Rauður segist vera tilbúinn að dulbúa sig sem færing og Íslending í leiknum. Rauður tekur þátt vegna spennunnar og peningana. Jag kan gott snacka försk och veta hvis du vill. Eller hvað som helst. Ég get ekki beðið eftir því að gegndrepa einhvern. Hann segist bíta fólk sem króar hann af og hann er tilbúinn að gera allt fyrir Herra X. Rauður ætlar að sjá til þess að margir detti úr leik. Grímuna í nágrenni við Elko í Skeifunni. Ég heiti frú Gríma og ég ætla að drepa skotmark mitt, Rauðan. Hann er að vinna hérna núna í Elko og ég ætla að pappa minn bakka bílnum upp á hans bíl og þykist að klesta á. Fara inn í Elko og kalla bílnúmerið. Þá kemur Rauður vonandi með pappa mínum út úr búðinni. Bróður minn er fyrir fram á búðina og mun segja í hvað átt þeir koma. Pappi og Rauður labba bílnum og þar ætla ég að fela mig og drepa Rauðan. Ok, þau eru að hringja mig. Þú setur stimplaðu símanúmerið þinn.
Er hún að tala á gaurinn? Hvað skildi pabbi var sagt? Já, ég keyrði á. Sérðu pabba ennþá það? Sérðu pabba? Hann þarf að næja vatnsbyssunni sem fyrst. Hann er örugglega með hana, hver veit ekki vera? Þið höfum mína hvert sem fer. Já. Ég hleyp ekki út úr sala hans en vatnsbyssun mína. Pabbi hringir ef það er einhver breyting. Já, en ég sé hann, ég heyri dút. Ég er með 2 línur. Ég búin að lengi. Það er ekki gott. Þetta er aðeins lengi. Stelpa. Hvað hann? Já. Hann grunaði ekki neitt þegar hann kom inn vegna þess að þetta við gerst hérna áður á þessu plani. Svona tók ég bara rólega og kláraði kunnan sem ég var að tala við og rölti rólegur út. Ég var ekki búinn að negla alveg hvenær ég ætlaði að gera árás en ég var búinn að komast að ýmsu. Það er, hvað ég að segja, það er lítið hægt að gera í því, ég er dauður núna. Það er sárt. Maður bjóst nú við þessu. Ég þekki þessa. Þetta er mjög gott skotmark. Sé hvað hann er á umhverfinu. Og þessi er auðveld. Rauður beið of lengi með að gegndrepa Barbie-Girl því nú er frú Gríma komin með skotmark hans. Þá hafa alls 9 keppendur verið skotnir úr gegndrepa og standa þannig 11 eftir. Eftir stutt hlé sjáum við einn öflugasta keppanda gegndrepa, Ron Manager, beita brögðum til þess að fella næsta skotmark sitt úr keppninni. Ellefu einstaklingar berjast enn í von að vinna $500.000. Ron Manager fór í kringum reglurnar í síðasta þætti og fór óhefðbundnar leiðir til þess að taka Kasper úr umferð. Ron Manager segist vera tilbúinn að gera árás á næsta skotmark. Ron Manager er 25 ára verkstjóri hjá Kópsson bílaþrifum. Hann er úr Árbænum og segist vera fínn gaur. Ef ég kemst inn í leikinn þá ætla ég að koma með yfirlýsing á bloggsíðuna að ég sé að fara að skipta vinnu og jafnvel hætta með kærustunni. Ron Manager segir sjálfan sig skara fram úr í mannlegum samskiptum og telur sig vera gott sjónvarpsefni. Hann er með margvíslegar áætlanir hvernig hann ætlar að fela slóð sína. Ron Manager ætlar að gera árás á grunnskólakennaran Galileo. Galileo er 21 árs gamall grunnskólakennari. Hann æfir bandi og pissaði einu sinni á sig í partíi til að vinna veðmál. Eitthvað svona leik í sjónvarpinu myndi ábyggilega alveg ganga fram á sjálfum og öðrum. Nei, ég veit ekki, ég myndi kannski ganga fram á þér. Galileo segist ekki eiga nein börn svo hann viti til, en hann kennir krökkum í Suðurhlíðaskóla. Hann segist myndu iðka skæruhernað gegn íslenskum her væri hann til staðar. Við hittum Ron Manager rétt við Hallgrímskirkju seint á föstudagskvöldi. Góða kvöldið. Ég er Ron Manager. Ég er staddur 101 Reykjavík við Leifsgötu. Fórnarlamb mitt Galileo situr hér handan við götuna og borar í nefið að alkunnri snilld. Við erum ekki beint með neitt plan, ekkert ákveðið. Við ætlum bara að fara bak við hús hjá honum, byrja á því að skorða af hurð sem hann gæti hugsanlega fluga út bak við og inn í garð. Svo er hugmyndi bara að reyna að komast inn á stigaganginn hjá honum og fara bara dirty way, ryðja okkur inn í íbúðina og gera það sem þarf að gera. Og Agent Brjósklós, aðstofamaður minn, hann ætlar að hlaupa undan mér eins og lífvörður forsetans, taka á sig nokkuð skot og vonandi heldur Galileo hann sé búinn að drepa morðingja sinn og
þá kem ég og sprett svona í smettið. En við sjáum hvað setur, það getur vel verið að við gerum eitthvað allt annað. En við ætlum allan að byrja á þessu og svo ráðum við bara fram úr í hvað gerist. Og við erum með þetta hérna. Það er með húi eins og ykkur algjör auðliða. Já, við erum að líta út eins og alveg glæpamenn fyrir að við erum í þessu. Ég meina, þetta eðlilegt kit fyrir gaurinn í 101 Reykjavík. Keep your heads low. Ron Manager og Agent Brjósklos læddust í gegnum nokkra bakarða til þess að komast óséðir að húsi Galileós. Já, við erum með hérna inngang sem er grunar að gæti verið eigið hérna sameignin á gæjanum, sko. Sami hérna er að koma. 4 og 6 er alveg hlið við hlið, inngangarnir. Já. Það er bara svona 2 metra á milli, sko. Þetta er 5 og 6. Já, en gæinn fór inn í gær, ég horfði á hann í gærkvöldi, fara inn hægra megin. Herbergið hans er í endanum á þessu húsi. Þá erum við nú í 4. Býtu, gæinn býr í 6. Inngangurinn að hans blokki er samt ekki þessi stendur 6. Þú sást hann hérna. Lýsa sér fucking þróska heldur maður. Það er 4. Stjáni stuð sér fóringi inn í þessu verkefni. Hvíslar umræð. Það er á heila hæði. Strákarnir íhuguðu að taka rafmagnið af húsinu og gera árás í skjóli myrkurs. Þú gerir grein fyrir það rafvirkja sem við eftir að horfa hana þátt og hlæja okkur, sko, ekki líkt útrá að gáða það. Ég kann ekkert á þetta drasl, sko. Þetta er heldur amma mín. Við erum að báða eiginlega út í íbúðina. Herbergisglugginn snýr að Hallgrímskirkju. Fellum við banka og bara inn með fokkinn, bara inn með látum. Bara taka fokkinn handrökkarinn á þetta, bara inn í íbúðina. Gulli. Jafnveg. Ragnar er ekki heima. Er hann ekki heima? Nei. Það er við, sko, þú fylgjast með honum að rétta hann. Það er ekki heima. Strykjaði upp þessum hérna. En hörðu þið. Hann er samt heima, við vorum að fylgjast með honum á hann. Svona, komdu fram fyrir mig. Komdu fram fyrir mig. Já, það minnar, ég fá ekki skotið. Hann er ekki heima. Já. Ræða gamla konu. Það er margt lagt á sig, sko. Fyrir fræðina, já. En hann er ekki heima. Þið mjögst nú öllu við, þið finna hann ekki heima. Ég ætla ekki að vera að vaða henni inn, sko. Þetta er glugginn sem vorum að horfa á hann innan áðan. Hann er þá nýfarinn. Nei. Hver var þá hann á hann? Ég fer náttúrulega hann inn alveg eins og hann, sko. Það er svona klukkutími síðan hann fór. Og ég ætla ekki eins og að spyrja hvert hann fór. Nei, ég veit það ekki, sko. Hann bara fekk lána á bílinn og fór. Ok. Herðu, þá fyrir við bara heim og sofa. Herðu, fyrirgeðu ónægð? Já. Það var ekki það.
Hann ekkert að fara út í herbergisgluggann sitt. Ron Manager ásamt Adrian Brjósklos voru heldur kindarlegir eftir að hafa mætt föður Galileo í dyragættinni. Hvernig á maður að hafa samvisku í það að ryðjast inn í íbúð fyrir að sagt mann þú ert að hræða gamla konu? Þeir vildu þó ekki hætta við og vonuðu að hann kæmi heim til sín á endanum. Hann er að koma. Þetta er hann. Góð með 5-5. Ég var að hræða ömmu þína held ég. Biðst afsökunar á því. Ég var að ryðjast inn í íbúðuna til pabba hans og ég er ekki að djóka sko. Ömmu mína? Nei, hún var inn af íbúðinu og hélt þetta væri einhver ákveðin karakter sem ég man ekki hvað heitir. Það er skott, ég að hún hefði dáið greið og það rætti hana. Herra, já, við erum búin að taka Þú voru alveg að vita hvað var í gangi, pabbi mér. Hringdi pabbinn í það? Nei. Djöfull ánægður með það. Halleluja, þetta var lán í óláni, ertu ekki að grínast? Ég held að pabbi myndi hringja beint í þið sko. Ég var að bíða eftir að fara neyfi grímuna sko. En hann sagði rosalega gullna línu sem fékk okkur úr í að vera sko stríðsmenn sem ætlaði að fara sko að baða í. Við erum að vera litla, bara skömmuslega hvolpa sko. Það er fyrir hann sagði, strákar, þeir eru að hræða gamla konu. Já. Já, þetta var fínt. Við tegum þetta góðan og drengilegan hátt og þá hefur ekki við neina að kvarta. Átti ekki vona á þessu svona reyndar. Ég held ég tekin á leiði 9 úr vinnu. Búinn að labba með svona njósnari, parnættis, ég veit ekki hvað. Horfum öxl og stara á alla bílaskera fram hjá mér og eða svo bara þegar ég fara heim seint í kvöld og kom einhver vitleysingur hlaupt að mér og skjóta mig. Ég gæti ekki annað að gefast upp sko. Það var ekkert hægt að hlaupa neitt úr þessu. Það var ámbús, gott ámbús. Glæsilega, þakka fyrir. Hey, töff, ég fekk skonsu. Herru, vinnurinn. Sammiði. Ég fann aftur í frí í vinnunum núna, til þess að ljósna. Hún er í hvítu ból, Sammiði. Þú getur átt heiðurinn á þessu killi. Adrian Brjósklos, gamli perrinn, kemur hlaupandi. Nei, þetta er bara brandari ástu mín. Eftir velheppnaða árás er pörupilturinn Ron Manager komið með skonsuna Waterproof. Waterproof er að leita leiða til að ná refsaranum í kringum vinnustað hans eftir mislukkað umsátum. Refsarinn er enn á slóð frú Grímu sem dulbýr sig daglega og felur slóð sína vel. Gríman er hins vegar að undirbúa árás á nýja skotmark sitt Barbie Girl. Ekkert hefur heyrst frá Barbie Girl, en hún er á slóð Arven sem er að kynna sér hægi í spretthlauparans Fast Bastard. Hann er nú á slóð Gústa sem er á eftir vírusnum. Vírusinn hefur ekki enn gert tilraun til árásar á sitt skotmark, Veru, en hún er nú komin á slóð Ron Managers. Þá er heldur betur farið að líða á keppnina, því aðeins 10 keppendur standa eftir. Allir sem einn hafa þeir augun á velunum. Það er engin óhultur. Aðeins einn mun standa uppi sem sigurvegari og fá $500.000 að launum. Í næsta þætti af Gegndrepa, innbrot.